Þá er komið að endurskoðun menntastefnu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen og formaður fræðsluráðs. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér fyrir fundinum liggur til samþykktar menntastefna Akureyrarbæjar 2020 til 2025 ásamt aðgerðaráætlun. Á haustmánuðum 2017 hófst vinna við að endurskoða menntastefnu Akureyrar. Þar komu fulltrúar fræðslusviðs og miðstöðvar skólaþróunar Háskólans á Akureyri saman og hafin var vinna við að afla gagna frá öllum aðilum skólasamfélagsins. Sviðsstjóri fræðslusviðs ásamt starfsfólki af fræðsluskrifstofu hittu fulltrúa nemenda, starfsfólks og foreldra úr öllum skólum og lögðu fyrir spurningar. Starfshópur skipað skólastjórum kom einnig að vinnunni og að lokum hópur skipar fulltrúum fræðsluráðs, sviðsstjóra fræðslusviðs, skólastjórum leik- og grunnskóla og ungmennaráðs. Starfshópurinn ásamt ráðgjafa frá Tröppu unnu úr gögnunum og mótuðu stefnu úr þeim gögnum sem safnað hafði verið saman og lögðu drög að aðgerðum sem þyrfti að ráðast í til að koma stefnunni í virka framkvæmd. Starfsfólk Háskólans á Akureyri og ráðgjafar MSHA fóru yfir gögnin og komu með gagnlegar ábendingar. Drög að menntastefnunni hafa verið í meðförum bæjarstjórnar, fræðsluráðs, ungmennaráðs, stjórnar Akureyrarstofu og velferðarráðs. 2 ábendingar og 1 athugasemd bárust frá ráðum bæjarins og tekin var afstaða til þeirra. Bæjarstjórn hefur fjallað drögin í vetur og verið upplýst stöðu mála og vinnulag, ásamt því sem boðið var upp á möguleikann að koma ábendingum á framfæri í skjalinu sjálfu. Í dag er menntastefna Akureyrarbæjar 2020 til 2025 tilbúin. Leiðin sem farin var til að tryggja víðtæka sátt og ýtrustu kröfur var að einblína á að leggja áherslu á þá þætti sem nýjustu úttektir og ábendingar innleiðingu á menntastefnu þjóðarinnar vísuðu til. Þegar gerð menntastefnunar stóð sem hæst, fóru helstu sérfræðingar þjóðarinnar í menntamálum í hringferð landið, ásamt menntamálaráðherra og ræddu hvernig best mætti innleiða menntastefnu ríkisins og stefnuna menntun fyrir alla. Sú yfirferð kom til vegna ábendinga sem Ísland hafði fengið frá Evrópumiðstöð árið 2017 að gera mætti betur við innleiðingu aðalnámskrár og laga ákvæði nám fyrir alla. Það var útgangspunkturinn í stefnumótuninni og leiðarstef. Það er að koma til móts við þarfir allra barna. Á sama tíma og verið var að móta stefnuna komu fram 2 mikilvægar skýrslur sem rendu enn styrkari stoðum undir þá ákvörðun starfshópsins að einblína á að innleiða festu þær skyldur sem yfirvöld fela okkur. En þær eru menntun fyrir alla, horft fram á veginn og menntun til framtíðar, aðgerðir og viðbrögð í kjölfar fundaraðar menntun fyrir alla og mótun menntastefnu til ársins til 2030 sem kom út í janúar. Eldri úttekt Evrópumiðstöðar frá 2017 á framkvæmd skólan aðgreiningar hef ég þegar nefnt. Það var því í senn léttir og gaf okkur byr undir báða vængi að fá þessar skýrslur fram sem staðfesting á því að við værum á réttri leið. Mikilvægasta aðgerðin í stefnunni áhersla á gæðastarf í skólum og reglubundin vinna með gæðaviðmið, stöðugar úrbætur og augljósar vísbendingar hvað gott og gengur vel, en á sama tíma hvað þarf að bæta. Við viljum að starfsfólk skólana fái stuðning við að bera á borð og kynna afburða gott skólastarf með stolti og vissu að vera á réttri leið. Stefnt að því að vinna skólana með gæðaviðmiðin hefjist í haust, en unnið hefur verið að samningi við ráðgjafa Tröppu og miðstöðvar skólaþróunar Háskólans á Akureyri sem munu framfylgja og hjálpa til við innleiðingu. Að auki afar mikilvægt að allt skólasamfélagi komi að málum og fyllsta samráðs sé gætt. Með heiminn að fótum sér leiðarstef menntastefnu Akureyrarbæjar. Í þeim skilningi að með samstilltu átaki verði grunnurinn lagður að því
að börnum verði allir vegir færir og þau geti við lok grunnskólans valið sér leið í samræmi við áhuga og þarfir. Okkar loforð til þeirra eru að huga og að velferð og framförum barna. Að setja markið hátt og vinna saman að því að auka stöðugt gæði leiks, náms og kennslu. Að starfa metnaði, ábyrgð og umhyggju. Að starfshættir í skólum Akureyrarbæjar verði öðrum fyrirmynd. Að koma fram við börn af virðingu og tiltrú og gera skýrar væntingar. Lykilþættir við framkvæmd og innleiðingu menntastefnu Akureyrarbæjar eru 3. Framúrskarandi starfshættir, leikur, nám og kennsla og stjórnun og fagleg forysta. Þeir stefnumótandi þættir sem koma fram í menntastefnunni hafa verið settir fram sem markmið með mælikvörðum og viðmiðum í aðgerðaáætlun sem ætlað að fylgja eftir á næstu 3 árum. Þar eru allir þættir stefnunar settir fram með skýrum viðmiðum fyrir sveitarfélagið að vinna eftir. Hver stofnun sem heyrir undir menntastefnu Akureyrarbæjar útbýr aðgerðaáætlun fyrir sig og hefur fullt svigrúm til þess að innleiða sínar áherslur á sínum tíma með sínum brag. En í aðgerðaáætlun sveitarfélagsins mun staðan vera tekin á hverju ári og framförum fylgt eftir á innleiðingartímabilinu. Þegar innleiðingartímabilinu er lokið, leggur sveitarfélagið heildarmat á stöðu innleiðingarinnar og gæði skólastarfs á þeim tíma. Þá er metið hvort við séum á réttri leið eða hvort forsendur hafi breyst og þá hvort það þurfi að endurskoða stefnuna. Verið er að útbúa matslista gæðastarf í skólum Akureyrarbæjar. Þeir gæðamatslistar byggja á handbók Menntamálastofnunar gæðastarf í grunnskólum og gæðamatslist Reykjavíkurborgar gæðastarf í leikskólum og frístundastarfi. Matslistar Akureyrarbæjar munu bera skýr einkenni menntastefnunar og þannig verða leiðarljós hverrar stofnunar innleiðinguna. Stöðugt innra mat og mat á því hvar skólastarf stendur gagnvart þeim gæðaviðmiðum sem sett verða er lykillinn að því að meta stöðu innleiðingarinnar. Innra matsskýrslur stofnana og áætlanir úrbætur tryggja að allt skólastarf sé í stöðugu umbótaferli sem stjórnendur, kennarar, nemendur og foreldrar taka þátt í. Öflugt lærdómssamfélag og samstarf mun styðja við þá þróun. Ytra mat er óhjákvæmilegur þáttur í gagnaöflun sveitarfélagsins og mikilvæg gögn fyrir skólan að starfa eftir. Gengið hefur verið til samninga við Tröppu ehf. Að gera ytra mat á nám og kennslu í öllum grunnskólum bæjarins strax á fyrsta ári menntastefnunar og á matsþættinum stjórnun og fagleg forysta í 5 leikskólum til að byrja með. Ytra matin er ætlað að styðja við innleiðingu menntastefnunar og vera leiðbeinandi stuðningur við starfsfólk skólana. Búið er að fjármagna og tryggja ytra mat til næstu 3 ára, en þá verður fyrirkomulagið metið og endurskoðað. Við bindum mikla vonir við að á 3 árum liðnum beri skólastarf í Akureyrarbæ skýr merki gæðastarf út frá viðmiðum sveitarfélagsins og geti talist framúrskarandi. En kæru bæjarfulltrúar, að næstu skrefum. Næstu skref eru kynninga og loka útgáfu menntastefnunar og aðgerðum til skólasamfélagsins. Skipuleggja innleiðingu menntastefnunar með stjórnendum. Skipa innleiðingateymi sem styður við stjórnendur og fræðslustjóra. Vinnufundur með starfsfólki skólana í ágúst. Kynna stefnuna, en þar höfum við meðal annars rætt við ungmennaráð og fá þau í lið með okkur til að sjá hvernig nemendur túlka stefnuna. Kynna menntastefnu Akureyrarbæjar með þeirra augum. Einnig erum að kanna möguleikann á stórum menntafundi með haustinu og auk þess verða kynningafundir í skólum. Vinnan við menntastefnuna tók sinn tíma, en mikilvægt er að hafa í huga að vanda sér til verka og niðurstaðan sé unnin í samvinnu við alla hlutaðeigandi. Ástæðurnar fyrir verktímanum eru margar, en aðalatriðið er að í dag erum við komið með menntastefnu sem er afrakstur samvinnu og samstarfs. Markið er sett hátt og leiðin er vörðuð
auk þess sem aðgerðaáætlunin tilbúin. Ég legg því til hér við bæjarstjórn Akureyrar að menntastefna Akureyrarbæjar ásamt aðgerðaáætlun verði samþykkt hér í dag. Að auki vill meirihluti bæjarstjórnar leggja fram eftirfarandi bókun. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar metnaðarfullri menntastefnu og skýrri aðgerðaáætlun og bindur mikla vonir við að hún nýtist börnum, ungmennum sem og skólasamfélaginu öllu. Menntastefnan og aðgerðaáætlun undirstrikar vilja meirihlutans til þess að setja fræðslumál í forgang á kjörtímabilinu. Þá er þetta komið frá mér og ég hlakka til umræðana hér eftir. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólafur Ísaksen lokið máli sínu og ég ætla að biðja að gera smá fundarhlið. Tæknin er ennþá að stríða okkur. Þá bara höldum við áfram þar sem frá var horfið og Ingibjörg Ólafur Ísaksen hafði rétt lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að byrja á því að fagna þessi stefna sé loksins komin og sé komin með aðgerðaráætlun sem að mér tel gríðarlega mikilvægt að fylgja með. Já, það er langur tími sem við farið í gerð þessara stefnu. Hvort maður er að velta sér upp á því er ekki kannski aðalatrið en það var reynt að fara af stað árið 2015 en tókst ekki en farið síðan á stað aftur 2017 og ég veist allan að það sem er mikilvægast í þessu ferli að það hafi verið samtal og samvinna og ég veit allan ekki betur en að allir flokkar hafi komið að því að mynda þessa stefnu og mjög margt gott í henni myndi ég segja. Mér finnst gríðarlega mikilvægt að það séu komin svona samræmd árangurs og gæðaviðmið í skólanum og lögð sé mikil áhersla á bæði innra og ytra mat og að vera með stöðu og úrbóta áætlun í svona starfi er gríðarlega mikilvægt. Þannig að ég bara fagna því og ég vona því verði bara og treysti því að því verði fylgt eftir að þannig verði þetta unnið áfram. Af því það er ekki nóg að setja setningarnar á blað því að maður þarf síðan að fylgja því eftir. Ég fagna því líka að það eigi að auka við stuðning við kennara, bæðileg grunnskólakennara gerir ég ráð fyrir og með ráðgjöf, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og að komið sér inn á að foreldrar séu virkir samstarfsmenn skólana, auðvitað eru þeir það að vissu leyti í dag en að það sé það bara skýrt á blaði, það sé okkar stefna að það sé og líka að það sé hlustað á raddir barna og við erum nú fann að vinna svolítið vel með það með barnasáttmálanum nú þegar. Þannig að ég bara fagna því, en það sem að mér finnst samt þurfa að gera að það er samt að skerpa aðeins á hvert er hlutverk foreldra og hvert er hlutverk skólans. Og mér finnst það oft bara óljóst, foreldrar átta sig ekki alveg á hvar þeir standa gagnvart skólanum og skólinn gagnvart foreldrunum og maður heyrir oft kennara til dæmis kvarta undan því að þeir séu komnir í meira uppeldishlutverk heldur en kennsluhlutverk og það er eitthvað sem mér finnst þið þurfa að taka skýrar á. Og ég hef nú sagt það áður að ég vil leggja meiri áherslu á öfluga uppeldisfræðslu fyrir foreldra og bara foreldrar þurfa að fara á námskeið bara þegar barn fer í leikskóla, þegar fer í grunnskóla og aftur námskeið fyrir foreldrar verðandi unglinga og þá bara skerpa þessar áherslur hvert er hlutverk mitt sem foreldri og hvernig á ég að fylgja barni mínu eftir í skóla og hvernig er á þessari samvinnu skólans og foreldra að vera háttað. Ég viðurkenni það alveg eftir að nýjar kennsluaðferðir eða matsaðferðir fyrir börn hafa verið komið fram. Mér hefur fundist erfiðara að fylgjast með hvernig börnunum mínum gengur námslega. Þannig að og það hefur alveg gert athugasemdir við skólana varðandi það og mér finnst það eitthvað sem við þurfum að spurja foreldra, eru þið viss hvar börnin ykkar standa, er auðvelt fyrir ykkur að fylgjast með stöðu barnanna
mér hefur fundist það erfiðara eftir að við tókum upp breyttar matsaðferðir, en það er eitthvað sem við bara gætum unnið með og gert betur. Það kemur reyndar ekkert fram í stefnunni varðandi 5 ára börnin, en við höfum rætt svolítið okkar á milli hvort að við höfum ekki að bæta flæðið enn meira varðandi það á milli. Það er komið inn á það er ekki minnst á beint 5 ára börnin, en það er alveg talað samstarf milli skólastiga og þannig að mér finnst kannski þessi umræða sem við megum bara meira að fara að tala að það sé ekki alveg akkurat alltaf aldursári sem við þurfum að horfa á þegar við skiptum á milli skólastiga. Við þurfum að mínu mati líka að horfa til þroska barnanna. Það sem ég fannst kannski nú var margoft búin að lesa við stefnuna og það sem ég uppgötaði í dag bara var að mér fannst pínu vantavarðandi aðstöð og svona grunnbúnað í skólan. Það er ekki komið inn á það í aðgerðaáætluninni og í rauninni ekkert í stefnunni sjálfri. Við höfum allan að tala fyrir því í Sjálfstæðisflokknum að samræma svolítið, eða gera skilgreiningu bara hvað er grunnbúnaður í skólum, hvað þurfa skólar að hafa. Þannig að bara með því að hvernig ætlum við að leggja áherslu á að stuðla góðu starfsumhverfi fyrir nemendur og starfsfólk þá út frá aðbúnaði, ekki bara með ráðgjöfinni og kennsluháttum sem eru náttúrulega mikilvægasta atriðið, en líka búnaður getur alveg skipt máli. Ég hefði persónulega viljað sjá með stefnunni að auka umræðuna og horfa til þess að fjölga sjálfstætt starfandi skólum, bæði á leik- og grunnskólastigi, hápólitískt mál, en ég held að það yrði okkur til framdráttar hér í sveitarfélaginu. Mér langaði bara að spyrja varðandi aðgerðirnar, hvort það væri búið að kostnaðargreina þær eitthvað. Nú er þetta stefna sem á að gilda í 5 ár, tók jafn langan tíma að búa til, en ég er ánægð að heyra að þið ætlið að fylgja þessu stíft eftir og strax eftir ár eigum við að sjá niðurstöður mat á hvernig er að tiltakast. Það er eitt annað sem ég langaði aðeins að ræða, það var það sem við höfum aðeins verið að velta fyrir ykkur, það er þetta með að gera kennurum og jafnvel skólastjórum auðveldara að færa sig milli skóla. Ég held að það væri kostur og ég hef heyrt það var nokkri kennarar minnst á það við mig að það væri mikill kostur að þeim væri gert auðveldara fyrir hvað það varðar, og ég held að það myndi bara efla þá starfslega séð og væri bara hollt fyrir bæði nemendur og kennara og stjórnendur. Það sem ég vil samt taka fram í lokin að á því tímabili sem ég hef verið í pólitík hef ég heimsótt hvern einasta skóla og hvern einasta leikskóla og ég er mjög stolt af starfsfólki skólasamfélagsins hérna á Akureyri. Ég held við sem að gera gríðarlega vel þó að við viljum alltaf gera betur og en eins og ég sagði bara fagna því að þessi stefna sé komið fram og nú er það bara brettu börmar og fylgin eftir því ekki viljum hafa þetta skjal og nýskúfu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir þessa yfirferð. Mér finnst þetta heilmikil tímamót að þessi menntastefna sé komið fram en ekki síður jafnvel enn mikilvægur að aðgerðaáætlunin sé sett fram eins og hún er sett fram. Mér finnst hún skýrt fram sett og það ætti að vera einfalt fyrir okkur að fylgja henni eftir og taka stöðuna. Við höfum rætt oft það hvernig við getum látið stefnur einmitt verða ekki skúfuskjal því að það er ekki markmiðið með allir þessari vinnu og öllu þessu samtali, heldur akkurat að það sé gagn fyrir alla. Og þar af leiðandi finnst mér það að setja fram hver er stefnuþáttur hvert er markmiðið, aðgerðirnar, mælikvarðana og ábyrgðin á framkvæmdinni. Mér finnst þetta skipta alveg ofsalega miklu máli og ég held við getum horft til þessara stefnu jafnvel í framtíðinni í öðrum stefnum og
og fylgt því síðan eftir. Það er auðvitað síðan mikilvægt að fá það inn í bæjarstjórn, hvernig gengur þá með þessa mælikvarða og að það sé allt í lagi að endurmeta þá eftir að við erum búin að eiga í þessu samtali við bæði nemendur og kennara og ef það er eitthvað sem við sjáum sem að mætti vera öðruvísi að bæta við, þá sé þetta ekki, sko þetta er mannanna verk, það er alveg hægt að ræða það að breyta og laga eftir því sem að reynslan kemur á. Mér finnst það líka dálítið mikilvægt. Og mér finnst líka ofboðslega gaman hvað þetta er metnaðarfullt plagg og ég held að öll bæjarstjórn miðað við það sem ég hef heyrt sem og skólasamfélagið allt og foreldrar, það er mikið ákall það að sætta sig ekki við óbreytt ástand þó að ástand, eða nú vitlaust orð heldur bara óbreytt, við viljum gera enn betur og einmitt tek undir það sem að bæjarfulltrúi Eva sagði rétt áðan að auðvitað er skólastarfið gott en að setja sér svona markmið er gríðarlega mikilvægt, en það er svona eins og þegar maður ætlar að fara að hlaupa lengra, maður getur sett sér markmið að ætla að vera í hálfmaraþon, maður þarf að gera æfingaáætlun hvernig maður ætlar að ná þeim árangri og svo þarf maður að ná þeim árangri eða einhverjum tíma og mér finnst það akkurat að setja fram. En mér finnst þetta líka bara svo metnaðarfullt. Þetta er nefnilega, það er voðalega auðvelt að segja að við ætlum að hafa bara framúrskarandi skóla. Við viljum það öll. En að fá síðan og setja það saman með svona viðtæku samráði, hvernig við ætlum að gera það og hvernig við ætlum að mæla það hvort að það tekst eða ekki, það er challenge. Þetta er áskorun fyrir allt skólasamfélagið og ég er einmitt menntuð grunnskólakennari eins og svo margir hérna inni, eða hlutfallslega margir, að það er ótrúlega gott að hafa svona mælikvarða. Mér langaði líka að bæta við að ég er svo glöð líka með að því mér finnst í rauninni ýmislegt hafa vel tekist til með að brúa bilið milli leik- og grunnskóla og mér finnst mjög mikilvægt að sjá og finna fyrir því að Akureyrarbær sé búin að vera að vinna og sé að vinna í því að líka að horfa til skólaskilana milli grunn- og framhaldsskóla sem ég held að sé ekkit síður mikilvægt og þar eiginlega á það sama við að aldurinn er kannski ekki allt í því samhengi. Ég bara er rosalega glöð að þetta sé komið fram og ég gæti nefnt ótrúlega marga þætti og ég hvet kannski líka bara alla sem að áhuga hafa til þess að kynna sér þetta og síðan okkur til þess að taka aðgerðaáætlun menntastefnunnar til umræðu með jöfnu millibili í bæjarstjórn og fá viðbröðin úr skólasamfélaginu. Að lokum auðvitað, það sem að mestu máli skiptir er að í stefnunni eins og við viljum sjá það það barnið sjálft sem er þungamiðjan og þannig þurfum við auðvitað að horfa á þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og þeir sem hafa komið hér upp fagna því að þessi stefna sé komin fram. Og hún er vissulega metnaðarfull og hún snýst að stærstum hluta það sem skiptir öllu máli, það er nám nemenda og árangur þeirra og öllum sviðum því að við verðum að tryggja það að börnin komi sem best undirbúin út í lífið og inn í framhaldsskólana til þess að geta tekið síðan á við það sem býður þeirra í lífinu. Við reyndar höfum ekki hugmynd það hvað býður þeirra í dag, því að við vitum ekkert hvernig heimurinn verður eftir 10 ár þegar þau sem eru að koma inn í skóla næsta ár, grunnskólan, fara út frá honum. En það sem skiptir öllu máli er að þau hafi þennan grunn, þau geti hugsað á gagnrýninn hátt, þau geti metið staðreyndir og rangindi sem fyrir þau er lögð á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum yfir höfuð. Þau verða að geta haft á valdi sínu þessa grunnþekkingu og tekníki til að geta vegið og metið og tekið réttar ákvarðanir í lífinu. Ég held að þessi tekið á þessu öllu með ágætum hætti í þessari stefnu. En hins vegar svona velti upp samt í ljósi þeirra aðstæðna sem við búum við í dag eða
þess sem að koma upp með til dæmis húsnæði, að við verðum að gæta þess líka að aðbúnaðurinn sé góður, heilt yfir. Og þar má metnaðurinn ekki vera síðri, því að við þurfum að hafa það í huga að aðbúnaður sem slíkur hann eykur ekki starfsánægju, en hann getur valdið mikilli starfsóánægju. Og ef óánægjan er mikil, þá getur það komið niður á metnaði og vilja og ánægju, áræði til að takast á við verkefnið sem stefna fjallar í grunninn. Og það er nákvæmlega þetta sem við þurfum aðeins að hafa í huga líka í og með. Og það er alveg gríðarlega mikilvægt líka að við fylgjum þessari stefnu fast og ákveðið eftir, eins og komið hefur fram hérna hjá fyrri ræðumönnum, að við tökum hana hér inn árlega og skoðum hvar við stöndum og hvert við ætlum í ljósi þess hver niðurstaðan er. Og við höfum að taka þátt í þeirri umræðu. En mér langar svo í lokin, af því að ég mun samþykkja þessa stefnu, bara benda að mér finnst þessi bókun mjög undarleg, sem að meirihlutinn að leggja hérna fram. Það er eins og kom hérna fram áðan, ég veit ekki betur en að allir hafi staðið einhuga að þessari vinnu í sjálfu sér, tekið þátt í henni og verið aðilar að henni. Og þetta hljómar svona eins og meirihlutinn sé að stíga skref svona og segja, já við erum hér, hvað ætlið þið að gera? Við erum bara hérna líka. Af því að við höfum kannski verið að stíga þau skref, eins og kom fram hérna í kosningunni áðan, að vera alltaf samhent í því sem við erum að gera vegna þeirra aðstöðu sem við lentum í COVID og fleira og höfum reyna að ræða okkur niður á niðurstöður. Og ef við ræðum okkur niður á niðurstöður, þá erum við heldur ekki með sér bókanir sem slíkar. Nema að bjóða það bara öðrum að vera með á þeim, ef ástæðið þykir til og orðana þá í samræmi við það. Ég hef aldrei vitað til þess að svona bókanir kæmi fram með stefnum inn í bæjarstjórn. Nema eitthvað sérstakt sé á ferðinni og menn telji ástæðu til að gera athugasemdir við það sem fram er lagt. Þannig ég ætla bara nefna þetta hérna. Við þetta gerir til það sem þið viljið með þessa bókun. En þetta er svona, mér finnst þetta taktlust í ljósi þess hvernig við verið að reyna að stíga inn í samstarfið undanfarnar vikur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins, næst tekið máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir yfirferðina nýja menntastefnu og aðgerðaráætlun sem henni fylgir. Mér langar að hrósa þeim sérstaklega sem koma að vinnu við þessa aðgerðaráætlun og menntastefnuna í lokaútgáfu. Að mínum dómi er mikil gróska og fagmennska í skólum á Akureyri og mér finnst þessi aðgerðaráætlun styðja áfram við það góða starf sem þar fer fram. Í aðgerðaráætlunni kemur fram skýr stefna, markmið og mælikvarðar og festa vel í orð hvað á að framkoma og hver ber ábyrgð. Það er ótrúlega gott nefnilega að vinna eftir slíku leiðarljósi því það er auðvelt sem fagmaður að falli þá gryfju að hugsa bara hlutina og hvernig þeir eiga að vera en framkoma þá ekki. En nú er ég kannski að hugsa bara upp átt eigið starf og reynslu innan menntakerfisins en mér finnst þessi aðgerðaráætlun ná utan þetta. Það að starfsmenn skólana fá tækifæri til að hugsa fjölbreyttar leiðir til að ná markmiðum áætlarinnar og tryggt sé að þeir fái þann stuðning sem þarf til og fylgja þeim eftir og framkvæma. Þetta mun auka starfsánægju. Það er allavega mitt mat. Einnig er gert ráð fyrir að meta vinnuna sem er mjög mikilvægt til að tryggja að viðmiðum sé náð og það á að vera hvetjandi en ekki letjandi aðgerð. Og ég held að við náum því fram með þessari aðgerðaráætlun. Mér finnst koma fram skýr stuðningur við starfsfólk í áætluninni en jafnframt fær nemandinn að njóta sín og stuðla að veljan hans en það er auðvitað mikilvægast af öllu í skólastarfi.
Svo finnst mér nú bara rétt svona að nefna stefnuþáttin að gera í verkviti hátt undir höfði, en það hefði einfalda mitt líf til muna ef þetta hefði verið stefnuþáttur á mínum grunnskóla árum og það geta fjölskyldumeðlimir vitnað en að öllu gamni sleftur að þá tek ég bara fagnaði þessari nýju aðgerðaráætlun og menntastefnu. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, orðið er laust. Ætla ég biðja varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla svona líkt og aðri bara gleðjast yfir þess að þessi stefna sé komið fram og mér þykir hún bæði og bara hrósa fræðsluráði og öllum sem hafa komið að þessari vinnu fyrir þeirra aðkomu og náttúrulega þessum fagaðilum sem hafa verið kallaði til. Mér finnst þetta algjörlega til fyrirmynda. Ég sem leikmaður, þá ekki grunnskólamenntuð, kennaramentuð, að þá finnst mér þetta bara svona, þetta er stutt og hnitmið og skýr stefna og þetta er einmitt svona eitthvað sem við getum öll tekið undir. Við viljum hafa framúrskarandi skóla og svo finnst mér aðgerðaáætlun einmitt líka bara, það er hægt að lesa sig í gegnum hann mjög nákvæmlega og það er sett fram markmið, mælikvarðar, aðgerðir og svo framvegis og við erum búin að tryggja fjármagn þess árs til þessa framfylgjenni og munum gera það í framhaldinu og þetta taka þetta reglulega til umræðu. Ég ætla svo sem ekki að hafa það, ég bara teku undir með þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið undan og farið ágætlega yfir stefnuna og það sem kemur fram. Þetta er bara að mínum mati algjörlega til fyrirmyndar og við ættum að gera svona með fleiri stefnur. Hvað varðar bókunna, þá held ég að sé ekkert af því að þið bara takið undir og við breytum henni í samræmi við það. Þetta var bara svona held ég pínu gleði yfir því að vera komið með þetta fram á þessum tímapunkti. Þannig að ef minnihlutin vill taka undir þá bara getum við gert það og sami nýja. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og farið inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Það er orðið laust. Ætla ég að taka stutt fundarhlé. Þá höldum við fram orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólafur Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar svona rétt aðeins til þess að bregðast aðeins við varðandi kostnaðargreininguna á aðgerðaáætluninni. Það hefur farið fram kostnaðargreining. Það er búið að gera ráð fyrir fjármagninu en í kostnaðinu felst samningu við MSHA og samningu við Tröppu og hluta kostnaðinu fellur til vegna ráðgjafar við innleiðingu, reglubundna kennsluráðgjöf og tímabundin stuðningu skólastjórnendur við innleiðingar á nýjum áherslum. Að auki var einnig gerður samningur við Tröppu að koma að ytra mati á skólastarfi. Heildarupphæðin hún í rauninni liggur fyrir en viljandi ekki settar inn nákvæmar tölur við hvert lið fyrir sig því í rauninni það þannig að það er misjafnt hvað hver og einn skóli nýtir. Hvort að nýti sér þjónustu til dæmis Tröppu og geta annar kannski nýtt sér meira MSHA. Þannig að sá sem nýtir þjónustunni er bestur í því sem þarf að gera í hverjum og einum skóla fyrir sig. Varðandi í rauninni stefnuna og aðgerðaáætlunina að þetta sé ekki bara skjal sem verið sett fram í skúffu, þá fagna ég þeirri tillögu hér að taka þetta fram árlega hér í bæjarstjórn til umræðu. Hugsunin er að meta skólastarfið árlega með ytra mati og fylgja þessu eftir í fræðsluráði líka. Hver einn skóli mun líka gera aðgerðaáætlun fyrir sig og sníðað sínu starfi og fá að gera þetta á sínum hraða og byrja þar sem hann vill í rauninni. Við leggjum mikla áherslu á það. Þannig að þetta verður lifandi skjal. Markmið munu halda sér en verkþættinni kannski breytast og þeim kannski fjölga í framhaldinu. En mér langar svona í ljósi umræðina kannski bara að leggja til breytingu á bókunni sem var lögð fram hérna áðan og hún hljóðar svo: Bæjarstjórn Akureyrar fagnar metnaðarfullri menntastefnu og skýrri aðgerðaáætlun og bindur miklar vonir við að hún nýtist börnum, ungmennum sem og skólasamfélaginu öllu.
legg þetta til hér til, já, sem bókun, ekki sem tillögu, heldur sem bókun. En mér langar svona kannski, ég veit ekki hvað umræðan verður mikið meiri, en ég mér langar bara að fagna þessari umræðu. Við erum gríðarlega stolt af þessari stefnu og hlökkum til að halda áfram að vinna með hana og aðgerðaáætlunina. Hlökkum til samstarfsins við skólasamfélagið og ég vil nýta tækifæri líkt og aðrir hafa gert hér í dag til að þakka öllum sem komu að gerð stefnunar. Þetta búið að vera skemmtileg vegferð og ég hlakka til næstu skrefa. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen, lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðst, þá er þeir sem geta samþykkt endurskoðað menntastefnu og aðgerðaáætlun sem henni fylgir gefið merki. Það er 11, takk fyrir það og býta hans. Það er nefnilega líka undir 10. lið, þá urðu mér á mistök og bar upp að við myndum auglýsa deiliskipulagsbreytinguna, en hún á að vera til samþykktar. Það var Eyrlandsvegur 31 og þá ber ég það bara upp, þeir sem geta samþykkt deiliskipulagsbreytinguna á lóðinni Eyrlandsvegi, þeir gefið merki. 11, takk fyrir það.